Fulltrúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins munu á næstunni endurmeta stöðuna hérlendis en sjóðurinn lánaði Íslendingum stórar fjárhæðir í kjölfar bankahrunsins. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir ströng skilyrði til lántakenda sinna víða heim. En helgina var þess krafist á mótmælafundi á Akureyri að öll skilyrði sjóðsins vegna láns til Íslendinga verði gerð opinber. Auðun Krispjásson einn þeirra sem hafa áhyggjur af því að Íslendingar séu búnir að framselja of mikið vald vegna lánsins og hann sestur hjá Helga. Velkomin Auðun. Þú ert í hópi fólk sem hefur nú látið aðeins í sér heyra varðandi þetta lán til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það hefur svo mikið verið komin mikil gagnrýni fram á þennan sjóð en það eru ungir róttæklingar hér sem og annars staðar í heiminum sem gjalda minnst okkur til svolítið varhug við öllu því sem þessi sjóður gerir. Hvað er það sem þið hafið sett út á það að við skildum fá þetta lán bara til að byrja með? Já, sko það sem mest á móti láninu sjálfu starfsemi sjóðsins í heild sinni. Að hann finnur ítrekað eftir þeim reglum. Hann kemur inn í þjóðir sem eru fátækar, á botni spillingar og eru þannig komin í skuldafén. Gerir samninga lán til að koma þeim út úr vandræðunum. Í því lánum alltaf ákvæði ákveðnar áætlun sem þarf að standast. Og ef svo áætlun stenst ekki, þá ákveðin skilyrði sem að taka við til að knýja áætlunum áfram til að standast. Og í landi eins og Íslandi, þar höfum við vatn og orku og ál og fiskmið sem að geta mjög auðveldlega fallið í gin sjóðsins ef að þeir fara að keyra einhver skilyrði í gegn. En með þessar áætlanir sem voru settar upp og hafa verið kynntar og eru til dæmis bara aðgengilegar inn á vefsíðu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þá nú svo sem ekkert sem bendir til þess að þar sé einhverjir arðræningjar á ferðinni. Þetta allt svona mjög almennt orðað og það talað